Og bara gaman að skul spyrja með þessu, hvernig ég vil takast á við lekkaða fæðingartíðni, sem reynda bara aftur, ég held að þetta var einhver svona þekkt staðreind, svona félagsleg staðreind, en mér skilst að það sé bara eitthvað sem tengist líka bara velmegun, sko, svona lekkuð fæðingartíðni, en gott og vel, Miðflokkskonur vilja útskýra það þannig að þetta sé afneitun á kvenlegum gildum, eða kvenlegu eðli, eða eitthvað, sem bara félagsfræðikenning sem mér framandi en gott og vel. Hvernig vil ég takast á við það? Já, sko, áður en ungar Miðflokkskonur eru til, að því að þetta hefur náttúrulega lengst að bara verið eitthvað svona þorrablótsfélag, Miðflokkurinn, þorrablótsfélag karlmanna, þá hef ég nú verið að leggja fram frumvarp þess efnis og verið að vekja á þessu athygli. Að við erum auðvitað ekki að búa ungu fólki, fjölskyldu fólki, mjög gott umhverfi, sérstaklega í Reykjavík. Ég hef verið að vekja því athygli og ég þekki það bara vel, ekki bara sjálfum mér, heldur vinkonum mínum líka, þegar að vera að taka ákvörðun barn númer 2 og barn númer 3, hvað fyrsta topikið? Þeir sem auðvitað, og þá ég að tala þá sem eru svo lánsamir að auðvitað með eignast börn og þau eru bara svona velta fyrir sér praktískum maturum. Nú það eru dagvistunarmál, af því að maður búin að upplifa það og það hef ég upplifað eiginskinni, að hafa ekki aðgang að dagvistun, að vera í þessu púsluspili og vera í þessar neyð og vera einhvern veginn í þessar örvæntingu að reyna að útvega dagvistunarpláss. En af hverju vildir ekki bara vera með barninu þínu? Af hverju vildi ég borga einhverjum öðrum fyrir að sjá það? Ég tók mér nú ágætlega langt frí með bæði mín börn, en ég gæti ekki beðið eftir að komast aftur út á vinnumarkaðinn. Mér hefur nú bara gengið ágætlega vel að púsla þessu saman. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/einpæling.